Þessur 8 marka sigur, það hefði nú getað verið stærra? Já, við hefðum ekki alveg byrjað á seinni hálfleik svona illa. Þetta var svolítið mikið að töpum boltum og svo ákveða að skjóta markmann þeirra í gang. En maður verður að vera sáttur með 8 marka sigur. Já, er það ekki? Þetta vonandi dugar? Já, aftur, þetta er svona mýta. Þetta er bara fyrir áleikur. Við hefum að keppa mótið þeim aftur hérna næsta laugardag eftir viku. Og það er leikur mótið Stjörnunni í millitíðinni og miðvikudaginn í deildinni. Þannig að það þýðir ekki að fara allt of hátt upp. Nei, en það voru svona svolítið sveiflur í þessu. Það voru það sko. Þeir náðu þess að niður í 2 mörk minnst held ég. En þá ákveðu bara að fara að setja boltann í netið frekar heldur en í markmannina stöngina. Og þá ákveðu, það bara datt þetta sko. Já. En svona, hvernig, þetta lið, er þetta svona svipað þið reiknuðu með eða hvað? Það er erfitt að segja eftir að hafa hort bara á 2 leiki við þá sko. Á móti stórum og sterkum leikmönnum eins og þeim sko. En þeir kannski eru óvanir að mæta svona minni og sneggri leikmönnum. Þetta er náttúrulega rosalega fysikal lið og spila svona ákveðin Austansells labbbolta sko. Þannig að þetta lið kannski hendur okkur ágætlega hvað var að það, hraðarhlaup og fleira sko. En ég held að við svona bara kortluðum vel og já, þetta er svona nokkurn veginn kannski. En ekki það, við bjuggumst ekki við 8 marka sigri. Það kom svo sem ekkert á óvart í taktikinn sjálfur. Nei, en já, þið verðið að reyna að halda áfram að keyra upp hraðan á útivelli í næstu helgi til þess að halda þessu forskoti? Já, við erum með unga drengi sem eru tilbúinir að hlaupa og skora mörk bara alveg eins og enginn sem morgundagurinn. Þannig að eins og ég segi, við bara verðum að drilla liðinu vel á móti Stjörnunni og skila saman leik á laugardaginn næsta. Þannig að ef við gerum það, þá hef ég ekki áhyggjur af þessu. En aftur, þetta er bara fyrri hálfleikur, þannig að það þýðir ekkert að missa sig.